en í honum sláumst við í för með nútíma fólki slóðir útlaga fyrri alda, einkum þó fjallævindar. Umsjónarmaður þáttarins Ómar Ragnarsson. Fyrnindi fanga huga minn og mig sveifa inn í 100 heim. Fólk og fyrnindi fjarlægur ævin, að sem jörðin geymir eld og ein. Svipir fólks og fyrnindi, fár og gleði, gaug og mislindi, líf og land og fólk og fyrnindi. Gróður, klungur og kvikindi, krýna hverjum hól og fjallstindi, líf og land og fólk og fyrnindi. Fyrir nokkru slóumst við í för með nemendum úr Smáraskóla í Kópavogi sem gengu svonefndan Laugaveg frá Landmannalaugum til Þórsmerkur. Þetta voru krakkar sem alast upp í þjóðfélagi borgarlífs þar sem malbik, steinsteypa, tölvur, myndbönd og poptónlist virðast ráða öllu. Við fyrstu sýn virðist gerólíkt samfélag fyrri alda órafjarri þessum unglingum og betur við hæfi þeirra myndir og tónar úr viltavestrinu. En hlustið á hana söng. Hann virðist í fyrstu vera albandarískur og ankannalegur í þessu umhverfi eða það samt einhver íslenskur andblær sem seytlar í gegn. Jú, heyrði, það eru komnir íslenskir hófaskellir í lagið sem þar voru ekki fyrir. Eitthvað dularfullt og óvænt á seiði. Á sama hátt kom það okkur óvart að krakkarnir vistu skynja fortíðina og anda forfeðrana sterkt í þessari gönguferð eins og framkom í máli eins þeirra. Það eitt strákur með okkur, hann úrslega næmur, hann segist að hafa fundið alveg bara svona sérstökum stöðum og finna hann alveg fyrir einhverju. Og eitthvað svona, þú veist, það er búinlega gaman að vera búin að heyra sögum einhvern stað og labba sögum staðinn. Þú veist, það er alltaf að hugsa þetta, einhver hérna. Já, einhver hérna. Og þá hver? Til þess að reyna að skynja þessa tilfinningu betur ætlum við í ferðalag með flökkusálum, bæði núlifandi og frá fyrri öldum. Við ætlum í ferðalag á vit válegra örlaga með fjallaeyvindi, fyrst þeim fjallaeyvindi sem var uppi á 18. öld, en fljótlega líka núlifandi fjallaeyvindi, því þetta hugtak, flökkusál, fær víðtaka og djúpa merkingu í ferð okkar, eftir því sem fleiri flökkusálir bætast í hópinn. Flökkusálir, það eru sálir sem ekki haldast í viðjum tíma og rúms. Við kynnum til söguna fyrstu flökkusálina, Höllu Jónsdóttur. Hún á enga hliðstæði sögu þjóðarinnar. Við hefjum ferðina á örlagaslóðum hennar norður í Hornstranda friðlandi. Leiðin liggur frá Ísafirði með bátnum Blika yfir Ísafjarðardjúp, norður í Jökulfirði. Fortíðin seytlar fram þegar við höldum inn í eyðibyggðina Vega og Haflausu, en þangað flúðu oft þeir sem voru að flótta undan yfirvöldum. Það er auðvelt að sjá á þessu landslagi hvers vegna. Þetta var afskekt, fjöllótt og sæbratt og lítið undirlendi. Halla Jónsdóttir var kona á besta aldri þegar hún missti eiginmann sinn. Þá gengu mestu harðindi Íslandssögunar yfir landið og fólkið hrundi niður úr hungri og drepsóttum. Íslendingum fækkaðum fjórðung á sama tíma sem norðmönnum fjölgaðum helming. Hrafnsfjarðareyri var ein aumasta jörðin á þessum úthjara. Hún var ekkja á Hornströndum bjó, þegar hús á bjartan yngismann. Allar stúlkurnar að sér hann dró, heita ást í brjósti sér hún fann. Margir kvísluða maðurinn sá, mörgu höfð að leyna og segð ekki frá, en hún hlustaði það ekki á. Hver Eyvindur oft var þá spurt, eitthvað ljótt að flýja hefur hann þurft, en hún kaus að láta liggja kjurt. Hann var vinnumaður hjá henni og kominn frá Suðurlandi. Eyvindur Jónsson hafði átt barn með stúlku fyrir sunnan
og þegar foreldrar hennar vildu láta hann vinna fyrir konu og barni, þá stökk hann hingað vestur, ef til vill með barni með sér. Þá kom allt í einu upp kvittur þjófnað hans, sem allt eins gat verið hefndarbragð aðstandenda stúlkunar. Hvað það? Fljótlega eftir að þau Halla og Eyvindur urðu elskendur kom í ljós að hann var eftirlýstur af réttvísinni. En kannski var hann bara flökkusál. Eru við andar hér á sinni? Já, akkur ekki. Ég myndi segja það, því að þið voru ekki búin að vera lengi í landi þegar að lagði skal ég segja þér báran og ég er alveg viss að Fjalla Eyvindur hefur og Halla verið ánað að vita af ykkur taka mynd og vitja þeirra. Þannig að þessar flökkusálir eru hér? Já, ég hef trú á því, það sé ég hérna. En ert þú kannski þá líka svolítið flökkusál? Já, ég hugsa það. Fljótlega flúðu þau Halla og Eyvindur til Fjalla. Sumir segja það hafi haft barn með sér og skilið hin eftir. En hvers vegna? Úr því að áburðurinn á Eyvind hafði ekki verið sannaður og hann ekki dæmdur. Jú, á þessum tímum var réttarfarinu mjög ábótavant. Menn voru oft bornir sökum og dæmdir saklausir, því margir sýslumenn voru ótíndir ribbaldar. Refsingin var hýðing, brennimerking, pyntingar og vist á Bremarhólmi í Kaupmannahöfn, sem oft jafngilti dauðarefsingu. Dómskerfið og böðulsverkin voru blettur á samtíð Eyvindar. Berja, gelta, bít og slá, binda, klóra, flengja, brenna, reka, útlegð á, aflífa og hengja. Þeirra beið ævi sem á sér enga hliðstæðu. Hvers vegna var þetta lífslaup þeirra svona einstætt? Kannski fáum við einhver svör með því að slást í anda í för með þeim og samtímis með nútíma Fjalla Eyvindi á söguslóðir beggja. Við erum komin í slagtóg með jöklabílstjóra sem flestir þekkja undir nafninu Fjalli. Fjalli er stytting á viðurnefninu Fjalla Eyvindur. Fæstir vita að raunverulegt nafn bílstjórans er Birgir Brynjólfsson. Hvernig fyrst þetta nafn? Fjalla Eyvindur. Ég held að þetta er svolítið gamalt. Þetta er líklega, hefur bara einhver byrjað á því að kalla mig þetta og út af þessari fjallamaníu, eða þessari fjallaáráttu. Hvenær fékkstu þessa fjallaáráttu? Ég hef alltaf haft hana. Hvað fjárst þá? Já, ég fór á reiðhjólinu mínu upp á fjöll, lítill strákur. Svo á Skellinörunni og svo framvegis og svo framvegis. Og svo á þessu? Já, enda á bílum. Það var bara að því ég fekk ekki þyrlurnar sem ég ætlaði að kaupa. Ég ætlaði að kaupa 2. 2? Já. Akkur 2? Ég finnst það svo flottar í konvogi. Það mann? Já. Eins og í mars þáttunum. Já, einmitt þannig. Það langaði svolítið 2. Já, ég gerði tilboðið þar. Er það? Já. En? Fekk þær ekki, ég keypti þær einhver annar. Já, framvegis. Fólk og fyrnindi fóstra sagna svein og mig segða inn í undra heim. Það er hægt að leiða líkur að því að þessi fjölskylda hafi farið á fjöllum 1750. En það er erfitt að skilja hversuna Halla fylgdi Eyvindi, fyrst á Vestfiskufjöllin og síðan inn á miðhálendið. Hún hafði hreint mannorð og ekkert að flýja. Samt fór hún með honum, þótt hún vissi að með því að stela fyrsta sauðnum í útilegunni þá varði ekki aftur snúið á braut sakamanna. Fyrstu útilegustaðirnir voru líkast til í Bjarnarfirði, Nyrðri og Eyvindarfirði. Lítið rými gerði erfitt fyrir vestra og hugur Eyvindar leitaði suður á miðhálendi þar sem sögurnar greindu frá því að Grettir hefði hafst við í Þórisdal við Langjökul og á Arnarvarsheiði. Sagnir eru að Eyvindur hafi kannað Þórisdal sem liggur við suðvesturjaðar Langjökuls, austan við Þórisjökul. Þetta er einhver fáfarnasta slóð Íslands enn í dag. Dalurinn er varinn af fjöllum og jöklum á 3 vegu,
en hér fljúum við skástu leiðina úr norðvestri frá Kaldadalsvegi. Víst dalurinn fallegur og heillandi jafnvel í vetrarham, en fyrir þann sem hyggst hafast þar við til frambúðar, þá hlýtur þessi staður að valda miklum vonbrigðum, gróður vana og fjarri sauðaslóðum. Það ekki trúlegt að Grettir hafi getað hafst þarna lengi við, og ekki gæfulegt að vera þarna einn, eins og Davíð Stefánsson lýsir í ljóði sínu útlagan. Sand á hvorki frændur, foreldran ég bróður, ég föðurland. Mig sækir heim frá, Herra gef mér vængi, og lát mig gleyma að ég á hvergi heima. Útlægur geng ég einn og vegamóður, eyði sann. Kjölur, fjallvegurum milli Hofsjökuls og Langjökuls. Örnefnin ein segja sína sögu, Dauðsmannsgil, Þjófadalir, Djöflasandur, Draugháls, Líkaborg, Beinahæð, Mannabeinavatn. Minnisvarðin og beinin við Beinahól, þar sem Reynistaðabræður urðu úti með fénaði sínum vekja hroll, jafnvel hjá nútímamönnum. En á þessar slóðir leituðu Eyvindur og Halla. Það var bíræfið, því þarna mátti samt að búast við mannaferðum. En þau voru nokkuð óhult mest allt árið, allt frá veturnóttum og fram á mitt sumar. Aftur á móti voru skilyrðin auðvitað mjög erfið að vetralagi í frosthörkum og myrkri. En fjalla Eyvindur var glæsilegur maður og velgerður, fimur og fljótur og sagt að hann kemist hraðast á handahlaupum. Nútíma fólk á erfitt með að ímynda sér þar aðstæður sem hér voru á tímum Höllu og Eyvindar þegar við komum hér fljúandi yfir og við blasa tiltölulega rúmgóð og vistleg hús. Upp af svæðinu, suðaustur á húsunum, leggur gufur frá hverasvæðinu. Fljótlega komum við að hinum fræga Eyvindarhver. Hann hringlaga og hann hlóð hann listilega upp með hnullungum svo að sem best mætti nýtast honum. Þetta var hitaveita með bestu fáanlegu tækni þess tíma og Eyvindur var fyrsti Íslendingurinn sem sauð kjöt í hver. Rétt við hverinn svo Eyvindartóft sem hann hlóð til að geta verið í skjólgóðu húsnæði sem næst hvernum. Þau Vilhjálmur Kjartansson og María Svavarsdóttir eru hér sem fyrsta vetur. Hvernig skildi Eyvindi og Höllu hafa liðið hérna? Ég ekki vafa það að hann hefur haft það mjög gott. Hér allt til alls. Og sérstaklega náttúrulega jarðhitinn og hér hefur hann komið sér fyrir í þegar annars í Eyvindartóft sem nú og haft hér í hver að fara með það sem hann hefur þurft að sjóða. Þannig að það hefur verið mjög gott, það ekki vafa það. Þetta hefur kannski verið eitt besti tími sem hann hefur haft, það akkúrat hér. Já, það hlýtur að vera. Það getur ekki neitt annað verið. Finnið þið fyrir því að þetta sé það sama, þið séu Hjalla Eyvindur og Halla aftur komin hingað? Ég veit það nú ekki, hann hefur nú trúlega haft aðeins meira næði heldur við. Já, ekki þetta vagna þykir að hausti? Já, það nú kannski aldilega með það sko, en hér orðið náttúrulega svo mikil umferð. Hvað kom til að þú ákvaðst að þið ákvaðu að fara hingað? Er það einhver flökkusál í ykkur? Já, það er grunnurinn af þessu öllu saman, það er flökkusálinn.
Ég er búinn að horfa hingað upp yfir, bara alveg síðan að mamma fór að þvalast með mér sem smá gutta. Hér myndi ég vilja vera. Á Hveravöllum? Á Hveravöllum, já. Svo þetta er draumur sem er að rætast? Algjörlega, algjörlega. Og er hann jafn sætur eins og þú áttir von á? Já, hann er nákvæmlega jafn sætur. Kannski aðeins sætari. Er betra að vera hérna en bjóst við? Já, það er betra að vera hérna en í bjóst við. Þannig að jafnvel þú verður bara þennan eina vetur þá verður bætt ykkur í lífsfyllingu þína sem að ekki var fyrir áður. Já, það þarf alveg örugglega ekki með neitvetur til þess. En ég horfi nú hér lengra fram í heldur neitvetur. En þau létu sér ekki hið hlaðna hús hjá Hvernum nægja, enda varlar von svo bíræði sem það var að vera með verustað svo nálægt Hverasvæðinu. Nokkur fyrir sunnan aðal Hverasvæðið er miklu betri felustaður og að sumuleyti jafnvel traustar og betri, enda mun stærri að flatarmáli, listilega falin hellir, Eyvindarhellir. Það er mjög þröngt op sem liggur niður í hellinn og hefur verið nánast ómögulegt að finna það á sínu tíma. Nú er lofthæðin varla meir en 1,50 en gæti hafa verið hærri þegar Eyvindur og Halla voru þarna, en það er nokkuð rúmt, minnstakosti 15 fermetrar. Í vetrarfegurð hefur líklegast verið jólastemning hér hjá fjölskyldunni. Þau höfðu ætíð guðsorðabækur hjá sér og af því að dæmi gætu það hafi verið trúið. Eyvindur var síkveðandi kviðlinga og kannski hefur honum komið í hug svipað og einbúanum Gísla á Uppsölum sem orti þessa litlu jólavísu. Jólin færa frið til manns, fegurð næra hjarta, ljósið kæra lausnarans, ljómar skæra hjarta. Hér kynnist fólk. Já, svolítið djúpt svona en samt er svona ýmislegt sem vantar hérna. Það er engin erill hérna sem er að pirra fólk í bænum og hjón og maður þarf ekki að hlaupa út í búð og fara með krakkan í pössun og allt þetta og vera í umferðarteppu á Miklubrautinni og redda víxlunum og allt þetta. Borga glugga umslegin. Já, hér er engin gluggapóstur til dæmis. Þið fá hann ekki? Nei, það er ekki neitt svolítið. Svo þú kannt við þér? Já, ég held maður þurfi nú að leggja sér mikið fram til þess að líka illa hérna. Eða láta sér líða illa hérna. Allir sem unnar hugarró, þeir eiga heima hér. Og hugarróum fæst þér? Já. En þegar Fjalla-Eyvindur var hérna, virðist hann hafa haft það bara furðulega gott og jafnvel betra heldur en marginir á láglendinu. Kannski hefur hann sóst eftir einhverju hugarró sem flökkusálinn getur fært. Já, ég hef full að trúa því. Nú, hann var aldrei með skýrbjú og hann leið ekki skort þótt hann hafi verið á undanhaldi. Það hafði fyrir rangri sök í upphafi. Það er náttúrulega allt annað í dag. En auðvitað hugsa maður til þeirra. Það er engin maður í dag sem getur lifað við þessa aðstæður. En sumrin voru dýrðatími Höllu og Eyvindar þegar best gekk á Hveravöllum og kannski auðveldast að skilja það þegar komið þangað á þeim tíma ársins hvað dróðu með ómótstæðilegu afli til fjalla. Baráttuhugurinn, ástin og gleðin hafa kannski verið enn dýpri og meiri en hjá ástföngnum pörum og sveitaböllum nútímas, svo að ef að flökkusáli þeirra eru þarna núna, þá myndu kannski fríka út á nútímavísu í sveitasöngvastíl. Þetta er konungsríkið okkar sem við eigum ég og þú, þessar endalausu víðáttu og fjöll. Þar sem losnum við úr hlekkjum, þar sem frelsi, tryggð og trú, skapa töfrasprot býr til drauma höll. Ég skal vernda þig og elska, ég skal vaka yfir þér, ég skal vera skjöldur þinn á lífsins braut. Ég skal þreyja kvöld og hungur, ég skal þola hvað sem bera þjáningar og sigra hverja þraut.
En þetta var of gott til að vera satt. Veturinn fljótur að læsa klóm sínum allt þarna og af heimildum virðist mega ráða að brátt hafi fjölskyldun á Hveravöllum ekki orðið vært, því enn var nokkur umferð Kjöl og hélst svo alveg fram með 1780 þegar Reynistaðabræður urðu úti. En við skulum sveima yfir Langjökul og njóta fegurðar hans, sem stórbrotin, og halda sem snöggvast í átt að Arnarvatnsheiði, þar sem Eyvindur virðist hafa verið einhvern tíma. Á Langjökli oft talsverð umferð jeppamanna og þar oftan fjalli, þessi sem langaði þyrlurnar. Fjalla Eyvindur, það sagt að hann hafi verið með hesta alltaf, það fundust hrossabein yfir það sem hann var. Hefði hann orðið jeppakall núna? Já, alveg tvímælalaust, ekki spurning. Hann hefði sennilega sleppt í að bjóði þyrlurnar. Þið hestar hafa það fram yfir bíla, það þetta að geta á. Höldum áfram og sveimum í átt að Eiríksjökli og heimkynnum Fjalla-Eyvindar á Arnarvatnsheiði. Sjáuð þetta umhverfi, en þarna voru þeir, Eyvindur, Grettir og hálftröllið Hallmundur. Undir Eiríksjökli á ég í helli skjól, mundir þar mörgum kólnar, mosa þakið ból. Talið að Eyvindur hafi hafst við í helli nálægt Reykjavatni sem hlaut nafnið Eyvindarhola. Á Arnarvatnsheiði var meira fugli og fiski inn á kili, en vetraríkið var auðvitað mikið og að því hlaut að koma að litla fjallafjölskyldan varð að flýja afrétt borgfirðinga. Ef til við einhver tíma áttu hér sporin mín, gráðu í græti blautu gulnuðu beinin mín, gulnuðu beinin mín, gulnuðu beinin mín, gulnuðu beinin mín. Þegar kom fram á sumar voru þau komin að Hveravöllum í fegurð en ekki frið. Hinn frægi prestur Snorri Björnsson á Húsafelli sem áður hafði verið sálusorgari þeirra á Hollströndum hafði komið til þeirra á Arnarvatnsheiði og leitt þeim fyrir sjónir að þeim væri hvergi lengur vært á vestanverðu landinu, ekki heldur á Kili, þar sem menn höfðu hitt þau fyrir og það mátti búast við alvarlegri aðför að þeim hvenær sem væri. Þau urðu því að flýja lengra austur á bóginn þótt að væri að koma haust. Hall og Eyvindur hrakinn á fjöll, urðu harðar yfir hverja raun. Undir sambúðir álfa og tröll, fórum Eiðisand og fastbrýn hraun. Fjallagrös í máltíð, fífa í kvein, og floti sem ljósnef lagði af rein, átu fisk og fugla kát og keik. Ástarinnar nutu, ólgaði þrá, ávöxt hennar bar hún belti sér þá, þegar ógæfan í leyni lá. Fólk og fyrnindi flæddu sagna svein, og menn settu inn í undra heim. Leiðin lá Kjöl austur á Gnúpverja afrétt upp í svonefndan Arnarfellsmúla við suðurrönd Hofsjökuls, þar sem þau hrófluðu upp kofa í kapplaupi við vetrakomuna. Þetta stóð tæft og illur geigur sótti að Höllu sem var vanfær. En þetta slapp. Eyvindur var afburða göngumaður og skrapp oft niður í byggð til þess að hnupla vistum. En síðla næsta sumar þótti mönnum í byggð auðsjáðanlegt að stórtæki sauðaþjófar væri á fjöllum. Sýslumaðurinn Brynjólfur Sigurðsson fór með 33 menn á 45 hestum upp í Arnarfellsmúla til að grípa útilegu fjölskylduna. Miklar tröllasögur mynduðust flótta hennar upp á jökulinn og áttu að hafa verið með þeim 2 útilegumenn, Arnes og Abraham, og á Eyvindur að hafa tafið fyrir eftirleitamönnum með því að taka klakastykki og kasta þeim með slöngu að þeim.
En staðreynd að þau sluppu naumlega upp á jökulinn, en byggðamenn eyðilögðu hreysið og brenndu allt til kaldra kola. Samkvæmt skýrslu leitarmanna voru miklar byrðir í kofunum og 2 guðsorðabækur skildu þau eftir. Þegar þau voguðu að koma tilbaka, aðframkomin á hungri og kulda í vetrarbyrjun og litu yfir brunarústir heimilisins inn á reginörafum, hefur það verið skelfileg stund og ekki ólíklegt að kvartað hafi að Eyvindi að örlög hans gætu orðið svipuð og útilegumannsins sem Einar Jónsson gerði fræga höggmynd af með lík konu sinnar á bakinu og telpuna í fanginu. Líf lá við að hann geti kveikt eld og veitt eitthvað handa þeim, það tókst honum. Hann var snillingur. Nú tók við mikil píslarganga alla leið norður á fjöllin á Ströndum. Þetta var 1762 og þau voru orðin 4 því Halla hafði eignast barn. Það hefur verið fæðing við óumræðilega erfiðar aðstæður og mörg hefur raunastundin verið á dimmum kvöldum til fjalla þegar erfitt var að sofna vegna kulda. Að því kom að þau voru handsömuð og þá voru þeim ekkert barn. Af því spunnust sögur það að Halla hefði orðið dóttur sinna að bana og í leikriti sínu lætur Jóhann Sigurjónsson hana varpa 3 ára gamalli telpunni í foss. Líklegri þó að Guðrúnu sem þá var að komast að fermingu hafi verið komið fyrir hjá góðu fólki fyrir vestan. Hún eini Íslendingurinn sem alist hefur upp sem útilegu barn. En Halla slapp ekki við harmleikin sem vofað hafði yfir. Hún tapaði í baráttunni fyrir lífi litla barnsins síns á fjöllunum og sagt að hún hafi lagt það undir stein til hinstu hvílu. Í leikritinu segir hún við Arnes þetta atvik: þú ert ekki móðir, þú veist ekki hvað það að bera nýtt líf inn í heiminn. Það þyngist með hverjum degi eins og vetrasnjórinn, það var góðverk að bera barni út í frostið, dauðinn lítil þjáning í samanburði við lífið. Nú hrundi veröldin yfir þau voru handtekinn og við þeim blasti að vera send suður, dæmt þar og enda lífsitt í þrælkun á Brimarhólmi. En áður en til þess kom, tókst þeim að strjúka og það var ekki nóg með að þau færi suður kjöl austur afrétti Sunnlendinga, heldur þau áfram norður Sprengisandsleið austan Þjórsár í einhverja mestu landkönnunarferð Íslandssögunar. Við skulum kanna leið þeirra. Hér sjáum við hann á korti. Á tímum fjalla-Eyvindar höfðu ferðir Sprengisand lagst af. Allt það stóra landsvæði sem svonefnd Gæsavatnaleið liggur með norðurrönd Vatnajökuls var með öllu óþekkt. Eyvindur var eftirlýstur og því hélt þessa leið í austurátt sem lengst frá byggð, hugsanlega þá leið sem við förum nú ásamt flökkusálum af ýmsum þjóðurnum Nýjadal, hjá fossinum Gjallanda og frá hjá Gæsavötnum. Þetta stórbrotin leið, einstæð á Íslandi. Á Dingjuhálsi austan við Gæsavötn liggur hún upp í meir en 1000 metra hæði við sjó og útsýnið glæsilegt í allar áttir. Á góðviðrisdegi eins og í dag, þá þetta kannski einn af þeim stöðum sem gefur hvað besta hugmynd það sem hálendið hefur upp á að bjóða.
Was it like you expected? Yes, very much. The weather could be a bit better. Yes, not today. A little bit. Not today, no, but the other time. Yes. Þetta Kistufell. Þar ók björgunarleiðangurinn upp á jökulinn sem fór að sækja áhöfnina á flugvélinni Geysi þegar hún fórst á Bárðarbungu haustið 1950. Hér svo tími stöðvist og hugaróin sem hún María á Hveravöllum talaði sameini flökkusálir hálendisins. Snæfell í næstum 90 km fjarlægð sest næstum því upp í fangið á manninum sem situr þarna hreyfingarlaus í óratíma. Leiðsögumaður krakkanna í Smáraskóla lýsir þessari tilfinningu svona þegar hann spurður það hvað drægi hann á fjöll. Það sé ekki bara þessi að sleppa úr þessari kaos sem að ríkir til dæmis í Reykjavík, sleppa bara upp á fjöll og sleppa af og anda sér fersku lofti og ná að hreinsa hugan af öllum leiðinda stresshugsunum sem að fylla hugan í bænum. Manneskjan og bíllinn verða undursmá þarna uppi á barmi hins hrikalega gígs á Urðarhálsi sem vekur hrifningu allra sem að honum koma, hvort sem það á landi eða í lofti. Þessi hrifning hlýtur að hafa verið jafn mikil á 18. öld og henni 21. Þar sem leiðin liggur yfir mikla kvíslabreiðu upptaka Jökulsár á fjöllum, leiði það hugan að ferðalagi Höllu og Eyvindar. Ljóst var að á flótta sínum austur á land gátu þau ekki farið með ferjumanni yfir Jökulsá nema eiga þá að hættu að vera handtekin. Þess vegna líklegt að leið þeirra hafi legið þessar slóðir, þar sem var auðveldara að komast yfir árnar nálægt upptökum þeirra. Hér blasa hins stórkostlegu Kverkfjöll við þar sem þau rísa yfir svartan og úfinn Dyngjujökul og þegar austadregur herðubreið tignarlegust fjalla þar sem hún gnæfir upp úr endalausi sandauðninni. Hér verða oft einhverjir mestu sandstormar hálendisins þegar sólin hitar upp svartan sandinn og loftið byrjar að sjóða. Í þessum leiðangri fóruðu allarleið norður á Langanes, voru á Austurlandi í 2 ár, sagt að þau hafi verið tíma í húsmennsku hjá Hans Víum sýslumanni og skeið lágu þau úti á Brúaröræfum. En þar kom að þeim var ekki vært eystra og næstu 5 ár, 1767 til 1772, fóru þau á mikið flakk allt hálendið og virðast þá að lifað hirðingjalífi til þess að ekki bæri mikið á sauðatöku þeirra og átti jafnvel bærilega daga. Þannig að bæði þá og nú hefur áreiðanlega oft verið kátt á fjöllum. Flökkusálir Höllu og Eyvindar voru yfirleitt á ferð niður á hásléttinu og eru sjálfsagt enn. En nútíma fjalla Eyvindur, hann kýs helst að vera upp á jöklinum. Þar hann núna og í huga hans hljómar vafal söngurinn sem hann flytur með Jóhanni Ísberg vini sínum í skálanum á Grímsfjalli kvöldið þegar þeir eru hrókar alls fagnaðar. I'm driving on my Bronco down the road. I'm driving on my Bronco down the road. I'm driving down the road and play Johnny Come Yo-Yo. I'm driving on my Bronco down the road. Off the road again. I'm so glad you're driving off the road again. I'm so glad to drink it, Heineken, my friend. I'm so glad to get off the road again. Fjalli fljótur að spinna, leið og hundur trítlar óvæntinn, tekur söngurinn óvænta stefnu og textinn verður til jafnóðum af fingrum fram. Ef við verðum vel teftir og mikið lengur, þá trítlar gólfið undarlegur fengur. Þá rennur upp svo stundum
að við skjótum og étum hundin. Ég held ég hljóta að fara úr hverri flík. Ef ég fæ mér skinn af svona dýr. Og ég ligg fyrir eftir flatur, því hún góður matur. Ég veit ekki hvernig það á að vera bita glottið. En Kalli, hann fær af henni skottið. Svo nú tækifæri og Jói fær af henni læri. Driving on my Bronco. Það verður undarlegt þegar díkandi ræfindin kemur. Bæði orðin í skillus og gangand á þremur. Gæti heita Tryggur, en var enginn Ryggur. Þegar gleðin ríki sem hæst ólánið oft á næsta leiti. Orð fór af því að Halla og Eyvindur væru aftur komin að Hveravöllum og sumarið 1773 fór leiðangur Skagfirðinga þangað. Halla var ein heima og var handtekinn og flutt norður en Eyvindur slapp. Á þvælingi milli hérað á Norðurlandi reyndi Halla að tefja fyrir förinni með því að láta sig hvað eftir hann að detta af baki. Loks var farið með hana suður Grímstunguheiði. Þegar áður þar nótt hélt Halla vöku fyrir fylgdamönnum framundi morgun. Leið og þeir voru fastsofnaðir læddist Eyvindur aðinn í skarana lausa og laumaði henn út. Hann hafði sem sé fylgt Höllu eftir allan tíman og þau sluppu enn. Og enn lögðuðu land undir fót og aftur var haldið austur fyrir Þjórsá, norður Sprengisandsleið og staðnæmst þar sem síðan heitir Eyvindarver. Eyvindarver gegnt Þjórsárverum á austurbakka Þjórsár og enn setjast þau Halla og Eyvindur að í 600 metra hæð. Þetta frægur staður og örnefnin allt í kring forn og ný vitna það Eyvindarver, Eyvindarkvísl, Eyvindarstífla. Hér eru líka merkar minjar vist fjalla konungshjónanna hér. Þegar gengið rústina blasir við hugsunarháttur þeirra, hvernig þau litu á sig sem bændahjón og tóku búskapin alvarlega. Kofarnir hafa verið 5 með dyrum á milli. Veturinn 1771-2 var harður en samt hafa þau ekki liðið skort hér frekar en í Arnarfellsmúla, þar sem fundust ummerkjum 20 kinda og 30 hrísbakar. Þegar komið hingað á þær slóðir sem Eyvindur og Halla bjuggu á sínum tíma, þá er ekki hægt að undrast það hvernig nokkur manneskja gat hafst hér við. Nú 16 stiga hiti í dag í Reykjavík, það hásumar, en hann blæs kuldalega hér á norðinu. Þó hafa komið hér einstaka dagar á sumrin, þegar að heitara heldur en við ströndina. Mikið hafa þau Halla og Eyvindur þurft að geyma þá daga vel í huga sér til þess að þrauka hinn langa vetur. Vatn var lykilatriði allstaðar þar sem Eyvindur var. Hann baðaði sig alltaf daglega og undir bústaðin var veitt 3 kvíslum, einni fyrir þvotta, einni fyrir drykkjavatn og einni til salernisaðstöðu. En aðstæðurnar voru samt breyttar. Veldi fjallakonungsins var ógnað. Svonefnd landsnefnd sem konungur hafði skipað átti að kanna hálendisleiðir milli landshluta. Einar Brynjólfsson, sonur sýslumanns, fór með flokk manna norður Sprengisand og vopnaðist byssu. Hvers vegna? Hall og Eyvindur talað har, gjarnan þau spunnu sögur fljótt. Huga sauða saknað á var, oft í sveitinni var pískrað hljótt. Útilegum menn í ódáða hraun, eru kannski að smala fjö á laun og menn þóttust finna fjöllum daun. Sagt var að Halla svört vær á brá, bitri menn á barkan og blóðgaði þá og að grund og heilt þá réðist á. Fólk og þyrnundir fættu sagnasvein og menn settu inn í undra heim. Einar og menn hans komu að Eyvindi og Höllu óvörum við kofa nokkur norðar sem hann hafi reist, síðan heita þar Hreysi og Hreysiskvísl. Þau voru handtekin og flutti í böndum norður Sprengisand til Mývatnssveitar. Enn var allt svart framundan og þrælkun og jafnvel dauði blöstu við. En
Þegar farið var til kirkju í Reykjahlíð tókst Eyvindi að strjúka og komast undan á ævintýralega hátt, og ekki bara það, hann var svo fljótur suðursprengisand að hann komst þangað á undan byggðamönnum og hafði tekið með sér búnað í næsta verustað sem var Herðubreiðalindir. Þær eru þekktar sem engar geðþekkur staður, gróðursæl vin í hálendis auðninni, og þar gerði Eyvindur sér ákaflega vel farinn bústað, byrgi í hrauninu. Þarna streyma tærar bergvasslindir, ein alveg undir kofagólfinu, og annað byrgi hefur fundist skammt frá. En veturinn getur verið harður þarna, og einnig þar sem var enn verra, nú var hann aleinn. Eyvindur sagður hafa sagt síðar að þetta hafi verið hans versti vetur, þegar hungrið og þó engum einsemdin sóttu svo að ekkert virtist blasa við nema dauðinn. Margur einn með sjálfum sér, sálar fleyt því veldur, eins og steinn sitt ólán ber, ekki neitt þess geldur, nýstir kvöl í næmri sál, nætur dvöl hjarta bá. Leikinn grátt sinn harmleik heyr, hlær ei dátt með neinum, særður þráttum síður deyr, segir fátt af Loksins voraði, en Eyvindur var hugsjúkur vegna Höllu. Hann var ævilega með bænabækur með sér og hefur vafalaust ákalla skapara sín á svipaðan hátt og einbúinn Gísla á Uppsölum gerði löngu síðar. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andans dvínar, þegar ég á aðeins þig, einn með sorgir mínar, gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Drottin lýstu mér, svo lífsins veg ég finni, láttu ætíð ljós frá þér, ljóm í sálu En áður en Höllu yrði komið fyrir dóm, tókst henni að strjúka enn úr haldi í Skagafirði og finna ástvin sinn. Líklegt að Eyvindur hafi reynt að fylgjast með því hvar hún var í niður komin og vera sem næst henni. Og nú fluttuði sig á stað sem bar af öllum fyrri verustöðum, var afskektari og lá hærra en nokkur þeirra. Hvannalindi. Ef hægt að tala konungsríki þeirra, þá var það hér. Þau voru eins ein og Adam og Eva. Þetta svo afskekt að bústaðu þeirra fannst ekki fyrir en heilli öld eftir þeirra dag. Hvannalindir eru í Krepputungu á milli Stórfljóta og þar eru nokkrir hagablettir. Eins og í Herðubreiðalindum spretta lindir upp við Hraunbrún þar sem þau gerðu sér byrgi og meira segja gerðu þau sér heila fjárréttarna rétt hjá. Engin íslensk kona hefur haldist við í svo mikið sem einn vetur á Öræfum nema Halla og hún þraukaði í marga áratugi. En þrátt fyrir allt var það 100 sinnum betra hlutskipti en að vera sviptur frelsinu og jafnvel lífinu. Í grípandi fegurðinni hér er eins og við finnum fyrir henni.
Hún var lítilsvirt og smánuð og hún harðadóma hlaut, þegar harðræði og kúgun mest hér var. En hún var eina kona landsins sem af sér hlekki braut til að öðlast frelsið sem að henni bar. Hún lét enga þraut sig buga, hennar ást var heit og sterk, hennar afrek lif í minningunni enn. Hún var dýrleg frelsisgyðja, hún var draumsins kraftaverk, drottning öramanna og fjallkonan í senn. Mikið hafa þeir frelsi sínu unna sem hér hafa búið, segir Pálmi Hannesson á einum stað og hefur þá vetraríkið áræðanlega verið ofarlega í huga hans. Veturinn kemur hér snemma og nú förum við í tvöfalda örlagaferð í sögunni, ökum með fjalla snjóbreiður Miðausturlands í pílagrímsför til Hvannalinda. Leiðin þangað falleg með Kverkfjöll eins og kórónu á útsýnið. Enn erum við að upplifa þessa sérkennilegu flökkusálastemningu, þar sem svipir og tónlist hins forna og nýja blanda saman. Í líkast til 13 ár, 1767 til 83, bjuggu þau Halla og Eyvindur þarna inni á Hraunbrúninni. Það er ekki furða þótt Jóni Helgasyni þætti hlýða að hafa eitt erindi í ljóðinu áfengum þetta. Og þegar komið hingað niður og sest niður við rústina sem þarna í 630 metra hæði við sjóinn á miðju hálendinu sitthvað sem fer hugan. Hér hefur sambúð manns og lands risið hæst í Íslandssögunni og Fjalli segir: Eymundur Jónsson eini konungurinn sem hefur verið uppi á Íslandi. Hann át Hvannarætur sem eru gingsang fornaldar og reyndir enn þetta í dag, en okkur finnst bara betra og þægilega að kaupa í apótekinu, og drakk vatnið og baðaði sig úr því. Jú, svo var hann hér með kindur sem ráfuðu hérna inn í þennan rana á milli Kreppu og Jökulsárfjöllum og komast ekki burt aftur. Ég að vísu man ekki orðrétt lögin, en allt sem aðrir ekki sóttu og varð eftir, það mátti sá eiga sem náði því. Nú mátti ekkert koma fyrir hann, mátti ekki mistíga sig að neitt. Ímyndanum fótbrotnað. Já. Hann gat ekki hringt á þyrlu. Hann gat ekki tekið upp GSM-símann og hringt á þyrlu. Okkur finnst afrek að koma hérna keyrandi, ég vil helst hafa 32 stigi hita inn í bílinn hjá mér, Já. Og hafa mjúkan. Já. Okkur finnst við vera að vinna afrek. Já. Alveg merkilegir menn. Já, voðalega merkilegir. En við erum ekki neitt með hann. Hefði það getað verið lengur? Það er náttúrulega alls ekki vita hvað hann var lengi hérna, en líklega hefur hann verið nokkuð lengi. Já. En það voru hvorki bændur úr sveitunum, landslagið eða annars slíks þegar rækt hann í burtu. Það voru líklega skaftáröldar. Já, þau eruð að flýja undan móðuharðindunum vestur á bóginn. Hún orðið það farlama að henni var ekki stungið í tukthús, heldur fékk hún að vera í koti einu í Þingvallasveit. Eyvindur hélt sig hins vegar enn til fjalla, líklega á Hveravöllum. En það kom sumar, þá bráði af henni. Sagt að hún hafi þá setið í góðviðri og haft orð á því að fallegt vera á fjöllunum núna. Fagurt á fjöllum nú, frelsið eitt ég þrái, og mín eina ósk sú að ég vin minn sjái. Dapurt ævi kvöldið óhað væra nú hjá mér. Fyrir skikkan skaparans skal ég bljúmi beygja, bæn þó flyt til frelsarans að fá að deyja í örmum hans.
Daginn eftir var hún horfin. Hafði líkast til farið að hitta ástvin sinn. Talið að þau hafi átt ævikvöldið fyrir vestan þar sem þau hittust fyrst. Þar hafið þau unað í skjóli góðgjarnra manna sem nálægt þeim stóðu þar og leitað til upphafsins. Hér á Hrafnseyrðareyri liggur, eins og stendur á steininum, hér liggur Fjalla Eyvindur Jónsson. Þar með lauk einstæðri sögu einu íslensku örafafjölskyldunar. Lífsleið Fjalla Eyvindar hins forna endaði undir krossinum á Hrafnseyrðareyri og sagt að hann hafi mist barn sitt á fjöllum. En þar engin kross. Krossarnir eru samt tveir á ferð okkar, alveg eins og Fjalla Eyvindarnir eru tveir sem við höfum fylgt. Fjalli á ferð. Jafnvel þeirra best gengur eftir gáskafullt kvöld í fjallaskála þar sem hann hefur farið á kostum og brunað eftir brúarjökli með kverkfjöll sólskingd í baksýn, þá liggur kannski eitthvað ókþrungi í loftinu sem örlaganornirnar að spinna. Við vitum ekki hvert þær að leið okkur, samt ekki hægt annað en halda áfram. Allstaða þarf að hafa aðgátt, nálægt stórbrotnum sköpunarverkum náttúrunnar, sem eru hættuleg og hrífandi í senn, svo sem íshellarnir sem eru eftirlæti og sérgrein fjalla. Það liggur 1,50 eitthvað kilometra langur frá Grímsvötnum og niður til. Það væri nú gaman að kíkja á hann. Já, flökkusáluna þekkja engin landamæri. Freyr Jónsson og fleiri ætla Suðurskautslandið í helgreipar samfelldasta fimbulkulda í heimi. Hvers vegna, hvað eiga flökkusálunar sameiginlegt? Það nú það, ég held að það sé bara að því bara. Þú getur ekki útskýrt það? Nei, þetta ólýsanlegt, en það eitthvað sem togar. Það sennilega þetta óvænta, alltaf eitthvað nýtt að sjá og kemur þá ný og ný tilfinning og við það maður að upplifa nýtt og í rauninni þroska sjálfan sig. Það svona einhver órói innan í þeim, vera að sjá hluti sem aðrir sjá ekki og sjá þessi öræfi og þessari auðnir og vera svolítið svona, já, öðruvísi, taka smá áhættu. Þetta er ævintýri, það koma alls konar upp á konumur og félagslíf skemmtilegt. Þeir minnast á áhættuna, hið óvænta, hætturnar sem allstaðar líki í leyni. Fjalla Eyvindur hinn forni sem við höfum fundið svo sterkt fyrir á ferð okkar tók mikla áhættu. Hann mátti ekki við því að fótbrotna. Flökkusálin nútímans eru heldur ekki óhuldar. Það er engin. Við snögg veðrabrigði má lítið bera út af á fjöllum. Fyrir rúmum áratug var Fjalli á ferð ásamt fleirum ofan af brúarjökli og með honum í för var 10 ára gamall sonur hans sem hafði frá blautu barnsbeini heillast af þessum ferðum og sóst eftir því að fara með föður sínum. Mikil blinda var þegar komið var norður á jöklinum og þá gripu forlögin í taumana. Bíllinn hrapaði fram af 14 metra hári snjóhengju ofan í gíl. Það er gerólíkt veður, sólbjart og fagurt þegar við eigum 10 árum síðar leið hjá þessum stað. Rauða jöklabílnum sem svo víða hefur farið landið er ekið af fallegum krossi upp á hæð skammt frá gílinu þar sem hættan lá forðum í leyni. Fjallið, þetta er helgur staður og þú kemur hér til þess að staðna með því hana kross. Hvers vegna? Já, ég lendi í bílslysi hérna og sonur minn dó hér. Ég kem hér nokkrum sinnum á hverju ári, já. Þetta var eitt af þessum slysum þar sem að er ekki bara eitt heldur röð af tilviljunum sem að valda því hvernig fer. Já. Slys verða gjarnan þannig. Og enginn er sem maður og jarðríki sem er óhultur fyrir slíkum? Nei, því miður þá er það ekki þannig. Slys henda og þau hafa alltaf hent og munu gera það. Á silfurskildinum stendur að hann sé til minningar Vilhjálm Birgisson sem lést hér á slysförum 2. apríl 1988.
Á skildinu með vísa eftir afa hans: almáttugur ætli oss, allan stilla grátinn, vér reisum alvalds kross eftir villa látin, og undirskrift BBI ferðafélagar. Einmana í rökkri því ég elska þetta land.